Velkomin með okkur í Örfréttaþátt KA. Hér koma örfréttir vikuna 16. til 23. janúar 2017. Þorrablót KA verður haldið þann 4. febrúar næstkomandi í KA-heimilinu og verður væntanlega mikið gaman. Í fyrra var uppselt og komust færri að en vildu. Það er því að gera að panta miða hjá mér sem fyrst. Þá mun hóf íþróttamann Akureyrar fara fram í Hofi á miðvikudaginn þar sem KA á 3 fulltrúa. Það eru þeir Guðmann Þórisson, Marta Hermannsdóttir og Valþór Ingi Karlsson. Ef við vindum okkur yfir deildirnar okkar, að þá var nóg að gera í handboltanum helgina þegar KA Þór skellti sér suður yfir heiðar og lék 2 leiki í fyrstdeild kvenna í handbolta. Stelpurnar unnu báða leikina okkar og eru nú jafnar í toppsætinu á deildinni en sæti í úrvalsdeildir undir. Nú strax á laugardaginn kemur ÍR í heimsókn en ÍR aðeins 2 stigum á eftir KA Þór í deildinni og verður væntanlega hart barist. Sá leikur hefst klukkan 2 á laugardaginn. Þá lék 4. flokkur karla 2 leiki við Val helgina. Eldra árið tapaði en yngra árið vann með 2 mörkum. 4. flokkur kvenna lék 3 leiki við Stjörnuna, 1 vannst, 1 tapaðist og svo 3. fá jafntefli. Heldur betur skipst á stigum þar. Þá lék 3. flokkur karla við FH á föstudagskvöldið og gerði jafntefli 27-27. Það er síðan 6 leikir sem fara fram í KA-heimilinu næstu helgi og verður öllum hjartanlega velkomin að kíkja við, fá sér heitan kaffibolla og kíkja á framtíðar krakkan okkar í handboltanum. Í fótboltanum verður nóg að vera helgina þegar 50 strákar rúmlega frá KA fara suður á Boostbar móti í Kópavogi. KA er skráð til leiks með 6 lið á mótinu. Þá mun KA leika í kjarnafræðismótinu á miðvikudaginn, fyrst klukkan 18:00 þegar KA leikur innbyrðisleik KA1 gegn KA3. Á laugardaginn leikur KA3 gegn Leikni og á sunnudaginn spila síðan KA2 gegn Völsung kl. 18:00. Nánari upplýsingar leiki KA í kjarnafræðismótunum má finna á heimasíðunni. Þá eru þeir Archie, Callum og Alexander Trinsits allir mættir til landsins og er aldrei að vita en við sjáum þá í eldlínunni með KA í komandi leikjum. Þetta eru leikmenn sem spiluðu með KA í fyrra og eru sannleiksbundur okkar áfram. Helgina lékum við 4 leiki í kjarnafræðismótinu. KA1 tapaði óvænt gegn Magna 2-1 á laugardaginn þar sem Hallgrímur Steingrímsson skoraði eina mark KA-manna. KA2 gerði sér lítið fyrir og sigraði Fjarðabyggð 7-3 í miklu markaleik. Áki Sölvason gerði 4 mörk fyrir KA og þeir Daniel Hafsteinsson, Frosti Brynjólfsson og Angaþór Máni Gautarsson 1 hver. Þá lék KA3 2 leikjum helgina í kjarnafræðismótinu, fyrst gegn Þór 2 og síðan gegn Magna. KA tapaði því miður báðu leikjunum 3-0 og 4-0. Það var róleg helgi í blakinu, en næstu helgi fekk karlalið KA Suður og keppti 2 leiki við HK í Fagralundi. Leikinir eru kl. 16:00 á laugardag og 11:30 á sunnudag. Við hvetjum alla sem að styðja KA á höfuðborgarsvæðinu að kíkja í Fagralund og hvetja strákana okkar. Þá lauk Þórarinn Örn Jónsson keppni með íslenska U19 landsliðinu í blaki út í Rúmeníu, en íslenska liðið tapaði reyndar öllum leikjunum sínum á mótinu. Þá hefur blakdeildin á samningum við 2 bandaríska leikmennum að koma að spila með karla og kvennaliðinu og verða þeir væntanlega í eldlínunum með okkur mjög fljótlega. Við ætlum að enda þáttinn á stuttu viðtali við Steinþór Freyr Þorsteinsson sem kíkti til okkur í heimsókn jólin. Steinþór er væntanlegur til landsins nú í febrúar og verður væntanlega í liði KA í Lengjubikarnum sem hefst í febrúar. Takk fyrir. Steinþór Freyr, velkomin til Akureyrar og velkomin í KA. Kannski fyrst að spyrja þig hvers vegna valdirðu KA? Nei, fekk símtal eða svona Facebook message frá honum Sævari bara stöðun á henni og eftir ég talaði við hann hvernig liðið og hvernig búið að ganga og talaði líka með Guðmann svona hver eiginlega ætlunarverk KA er að í efstu deild þá svona leist mér helviti vel á allan pakkan eiginlega. Og ég hef verið í 2 liðum sem hefur farið upp deild og ég veit að það er svona skemmtilegt að vera í liðu sem svona nýkomnir upp og er svona langar að sýna sig í Pepsi. Þannig að ég held að þetta geti verið mjög góður tími. Þú búinn að vera dágóðan tíma úti í Noregi og ertu búinn að fylgjast vel með íslenska boltanum? Ég hef fylgst, já, nokkuð vel. Ég er svona, já, ég er reyndar ekki með stöðvarnar en þetta er allt sýnt á Bet365 þannig að fínt að vera með það og getur maður hort fritt á leikina sko. Og hvernig líst þér gæðin á íslensku deildinni, svona þitt mat? Já, það er alltaf erfitt að dæma það, að horfa á leik og spila leik er alltaf annars. Eða allt öðruvísi svona upplifun. Það er svolítið langt síðan ég spilaði síðast hérna.
En ég veit það bara sjálfur, þú veist, leiki sem ég held að ég sé geðveikt góður svo horfi og finnst maður alltaf að vera slow motion stundum. En ég held að gæðin hafa alltaf farið upp og þú veist, Íslendingar eru hörku duglegir og það kom alltaf nýir og flottir einstaklingar og þú sér það bara hvað við marga atvinnumenn, þannig að þetta verður bara betra og betra. Nú eins og tókst fram aðan KF farið upp, það er svona ákveðin stemming að vera í liði sem fer upp. Hver eru svona þín markmið fyrir komandi sumar? Ég er reyndar ekki búinn að setja með einhver persónuleg markmið en þú veist, ég er að koma í KA og ég vil vera í toppbaráttunni, það er bara þannig. Þú veist, ég er ekki komið hérna til þess að hafa bara gaman þannig séð, ég vil bæði hafa gaman og áorka einhverju.